Sama hvað ég geri, hættu ekki að efa. Gekka, ok. Ég fæ kikk út úr þessu. Tilfinning sem við höfum fengið við að gera nokkur lög í svona fyrsta skipti. Bara svona, þetta er gott, bara þú veist bara geggjað, skilur. Þegar okkur langar aftur í þessu tilfinningu. Við gerum lag daginn sem bara er alveg gott, skilur. Geggjað production og allt það. En við vorum bara svona, meh. Hefðu við gert þetta lag fyrir 6 mánuðum, þá værum við bara, þá myndum við örugglega fíla þetta lag töluvert meira. Já, klárað og bara flott, skilur, fínt lag. En þetta var svona svolítið bara samviskut og við fengum bara ekki svona tilfinninga. Mér langar bara svona skoða nýja hljóðheima og prófa nýja hluti og bara virkilega fara út fyrir sko öll box sem hægt er að fara. Jafnvel þótt að þýði að ég verð ekki lengur uppáhalds hjá 7 ára dóttur frænku mömmu þinnar, skilur við. Hvað eru þið gamlir núna? 17? 18? 19. Hvað er ég gamall? Jóni, hvað? Er ég að verða 19? Ég er eiginlega 9 ára 18, sko. Nákvæmlega. Þú ert 17 og ég er 18, kall. Ég sendi hún í rauninni bara út af því að ég sá hann gera lag og ég sá bara potential og bara búinn að frétta af honum. Hvað gæti það var maður? Ég var ógeðslega leiður. Bara hræddur, sko. Bara, þú veist, ég þori ekki að fara í chatið því að ég var örugglega bara fucking... Sendum vídeo á þessu rapp. Þú baðist... Ég baði ekki neitt um það. Ég gerði það. Ég veit ekki það. Hvað segir sendur honum? Hann sendi mér vídeo á þessu rappa. Já. Er hægt að sjá þetta vídeo? Nei. Já, Nei. Þetta er það, sko. Mér finnst það fyndið þú segir, sko, ég sá potential. Jói er bara, hefur alltaf verið, Jói var þarna 15-16 ára, 19-16. Röddi í manninu var bara sturluð. Síðan talaði við hann og þá fannst það líka að vera prodúser og ég bara, cool maður. Og ég sagði, hann vantaði einhvern veginn rauðfært feature sem er ógeðslega ósmúð leið til að biðja að gera tónlist. Og síðan var ég bara, hei, náttúrulega er rauðfært feature. Það er svona kveikti þér, Og heyrði ég hann, já. Ég meina, þú veist, mánuðið seinna þegar við hittumst voru bara komin með plöðu. Það var bara leiðin út. Það var bara bókstaflega mánuðir. Það var bara síðustu 6 dagar í jólafríi fóru bara í það að gera tónlist. Ok, Ananas. Já. Í þessari senu, það er rosa svona persónulegt hvað fólk er að tala um. Þá ertu að taka bara eitthvað dót sem þú ert búinn að gera og segja bara við alheiminn bara, heyrðu, þetta er ég, take it or leave it, eða eitthvað. Annars að gerðvíkingu er Jói kominn töluvert lengra en ég á bláðu plötunum. Það bara, að finna sér svona, ég var ennþá í bara einhverjum svona óöruglu skel að gera eins og ég hélt að maður ætti að rappa. Förum bara í gerviglingu plötuna bara í heild sinni þá. Hvað, skilurðu, hvernig hugsaðu hana? Fyrsta pælingin var að þetta yrði old school plata, bara proper old school plata, bara í gegn, sko. Þú bara vera bara... Ekkert annað en það, sko. Síðan að það kynnist bara starra og Þormóðir sem sér hafa sig ekkert í þannig töktum endilega. Og líka bara ástæðan fyrir við vildum old school var bara því að við kunnum ekkert annað, það skilur við. Já, þess að við vissum ekkert annað, skilur, og síðan fórum við meira að syngja og bara svona meira svona pop-tónlist og... Það var bara við í einhverjum kjallara í Lautarnum með ógeðslega góðum nýjum vinum, skilur við, sem vorum bara að kynnast. Algjörir snillingar. Það er svolítið enginn til sumar, bara svona eitthvað. Gerviglinguplatan, hún kemur út. Hver er munurinn á henni og núna afsakið þig? Gerviglingur er bara gerðum sumar. Það er bara... Skammdegisstundum er ekki svolítið viðlátið og bara við erum ennþá í svona kaffiskopinn eða svona fastir í einhvern svona... Bara tilraun, bara að byrja. Annað en afsakið ég kannski. Við erum alveg svona hjartundari og talað bara andra líðan eða bara langaveltur, skilur. Sko, okkur bara sem manneskjur, basically. Og þið eru líka að tala hluti eins og afsakið þig, Ég meina það eru lögarna þar sem þið eru að tala bara, heyrðu, ég er með seðla, ég er bara með seðla, ég er með veski fullt og allt þetta. Þú veist, það hlýtur að hafa breytt ykkur líka að gerviglingu kemur út. Þú veist, hvernig var sú upplifun fyrir einhverja að verða bara frægir á ykkur? Það var bara fint, sko, þannig séð, skilur við, eina sem hindraði var að við komast ekki í stúdíó 1,5 mánuð eftir að við gáðum gerviglingu. Við vorum að spila hvernig eftir degi. Síðan varum við leið þá búið, þá byrjuðum við bara að gera tónlist. Þá varum við byrjað bara ferðilega að afsækja hljóðinu. Við byrjuðum bara að gera tónlist sem var bara hvernig við vorum bara í því ástandi. Já, þetta geðið maður hérna. Allir að fíla okkur. Allir að fíla okkur. Síðan bara tók aðra hluti við, skilju. Alltaf þráður. Og síðan bara kolli. Það var bara við
að henda öllum okkur líðan og öllum okkur tilfinningum og svona á blað og í lag og þú veist bara... Alltaf skemmtilegt að búa til tónlist. Já. Svo ég held að það sé erfitt að þetta allt í einu leiðilegt. Sköpunin á bak við það er skemmtilegt. Ef fólk hættir að horfa á og hlusta á þér, sorry, það er ekki það sem við bara báðum sækjum í sko. Það er bara... Þetta er gaman óslega gaman þegar fólk tekur svona vel í það. Ógeðslega gaman. Alltaf gaman að spila. Yfirleitt alltaf. Jafnvel að þetta sé 9 sinnum á 3 dögum eins og við verslunum því. Gaman að... Guður, verslunarhelgin náttúrulega var bara ógeðslega gaman. Það var eiginlega... Ef ég væri ekki að gera þetta með Kid og Axel þá var þetta leiðilegt, örugglega. Ég held við finnum okkur bara leiðir til að gera það skemmtilegt. Já. Eins og við með verslunarhelgina, þú veist, við áttum að fá 3 sér herbergi, við sofum frekar bara í einu og erum bara svona smá, meira svona kompakt saman í staðinn fyrir að vera... Það er alltaf gaman með herbergin, sko. Verða aldrei leiðir okkur öður? Við fengum bara sér herbergi á Dalvík. Frekar kusum við að keyra til Akureyrar til minna fjölskyldu og sofa allir 3 saman í tvíbýli rúmi. Við þurftum sko, ok, ég voru að koma og henda okkur bara eitthvað svona góða nótt strákar. Þegar þú málar líka og svona, hvað er það sem skiptir máli fyrir þig í öllu svona dóti? Ég pældi þessu áður, bara list er bara tjáning, skilurðu, og þetta er alltaf mismunandi hvernig þú kemur tjáningin út, bara tónlist, mála eða whatever, skilurðu. Málar geta sagt þúsund hluti, skilurðu, og öskrað fullt af tilfinningum, skilurðu. Hvar ég núna er svona lag sem ég líka dýrka, bara textalega séð. Mér þykir mjög vænt textan í Hrápröfa, bara á fyrsta plötunni lagið Hrápröfa. Fyrsti texti sem Kiddi sýnir mér og fyrsti skipti sem við hittumst bara. Fyrsti dagur sem við hittumst. Og ég fílaði það bara í botn leið við heyrði það og heimtaði að við myndum gera lag. Og svo kom plata, þetta og plötur. Sko, haldið þið að þið getið haft áhrif með tónlistinu ykkar? Þannig, þú veist, já, maður getur haft áhrif, bæði góð og slæm og bæði áhrif sem að, þú veist, bein áhrif sem maður vill hafa og ekki, eða fattar þú skilur. Bara textar sem við skrifum og þarf ekki að vera alltaf heilagt dæmi. Nei. Þótt að auðvitað margir taka því þannig, skilur, og þá höfum við eflaust áhrif á fólk, skilur, góð og slæm. En bara eins og við tölum þessu uppáhaldslægið mitt á gerviglingir heldur stælar, sko. Þú veist, að mér finnst versið þitt geðveikt þar. En ég er samt ekkert viss, þú veist, það er bara svona eitthvað, ég hugsa alltaf það bara sem okkur, Jói, að vera bara svona takturinn ógeðslega harður. Hann er bara, vera bara svona harður í samræmi við taktinn, en ég þurfti að taka eitthvað út úr því að Jói sé labbandi eitthvað talandi svona við fólk. Nei, það er ekki. Jú, þú ert alltaf að tala um að það er að stúta fólki. Það hlýtur að vera, ég held að hljóta að vera aftan í hausnum hjá öllum tónlistarmönnum og tónlistarfólki á Íslandi að það sé eitthvað stærra en Ísland. Menn, það er það. Þú veist, sorry, þetta er svo ótrúlega lítið land og það er eiginlega ótrúlegt að maður getur lifað á því að vera tónlistarmaður hérna. Út því að þú ert búinn að vera að spila kannski nokkrum sinnum í viku í heilt ár, þá ertu bara búinn að spila fyrir alla. Ég geti bókstaflega tekið sömu uppskrift og lögin sem hafa orðið vinsæl með okkur in the past, endurgert þau, bara basically, skilur við, gert bara einhverja svipaða hittara. En okkur langar bara í eitthvað annað, skilur við. Okkur langar að gera eitthvað nýtt, skilur við. Þannig að mann langar bara einhvern veginn til að halda sér á lífi, skilur við, bara til að halda sér á floti, langar maður bara að vera á hreyfingu. Kjöss sem